Gott kvöld. Yfirheyrslur héldu áfram í allan dag yfir fyrrverandi starfsmönnum Glitnis og öðrum þeim sem tengjast að rannsókn sérstaks saksóknara á meintri markaðsmisnotkun í bankanum fyrir hrun. Búist við að þeim verði haldið áfram helgina. Gæsluvarðhald yfir 3 fyrrverandi yfirmönnum bankans var staðfest í Hæstarétti fyrir rúmri klukkustund. Rannsóknir sérstaks saksóknara á föllnu bönkunum 3 byggja nokkru leyti á upplýsingum frá skila- og slitastjórnum þeirra sem síðan fóru áfram til fjármálaeftirlitsins. Kaupþing var klárað fyrst. Sérstakur saksóknari handtók í kjölfarið nokkra af æðstu stjórnendur bankans og sumir voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Alþjóðleg handtökuskipun var gefin út á hendur Sigurði Einarssyni, fyrrverandi stjórnarformanni. Þetta var sumarið 2010. Skömmu eftir síðustu áramót var röðin komin að Landsbankanum. Bankastjórinn og margir af æðstu stjórnendum voru yfirheyrðir, sumir settir í gæsluvarðhald. Í báðum tilfellum grunur fjölda alvarlegra brota sem hverfast stórtæka markaðsmisnotkun. Varla reyndar hægt að tala raunverulegan markað með hlutabréf bankana 3 misserin fyrir hrun, þar sem þeir sjálfir á laun stóðu á bakvið bróðupart allra viðskipta með eigin bréf, segja rannsakendur. Og nú það Glitnir. Yfirheyrslur yfir Glitnismönnum hafa staðið í 3 daga og halda áfram helgina. Lárus Velding og 2 aðrir fyrrverandi yfirmenn voru í fyrradag handteknir og úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Og hið sama upp á teningnum varðandi Glitni og hina bankana. Grunur umfangsmikla hvítflipaglæpi og víðtæka markaðsmisnotkun. Nú vantar klukkuna það bil 6 mínútur í 6 og við vorum að fá þær fréttir að Hæstiréttur hafi rétt í þessu staðfest gæsluvarðhaldsúrskurðina yfir Lárusi Velding og hinum Glitnismönnunum 2. Þeir munu því áfram sitja í gæsluvarðhaldi og verða yfirheyrðir hjá sérstökum saksóknara næstu daga.